Mötley Crüe og ég get ekki verið meira sammála. Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 13. sem á að vera eitthvað svona hættulegt en okkur drullu sama. FN95 Blöð hafi göngu sína, Auðun Blöndal heiti ég og siti í mínu sæti og beint á móti mér sitja 2 mjúkir. Það ekki kveikt á magnum já. Má sjá. En nú nei, það eitthvað vesen hérna. Rikki. Halló. Hanna þeir. Þetta eitt takki, sko, auðvitað, við erum búin að sitja. Þetta heitir on, þetta flókið. Það on og off. Hvað ertu búin að vinna þetta lengi? Akkur skiptum við ekki sæti? Ég ætti að græja, ég skal vera á tökkunum. En sko, þetta hefur bara aldrei gest áður. Það sé ekki kveikt á mækunum. Það stendur on og off. Já, það sem ég ætla að segja að ég sitt í mínu sæti en beint á móti mér sitja 2 mjúkir. Heldur að hlustendur hefði tekið eftir, hefði tekið heilan þátt svona. Við hefum bara verið á mjút heilaðarnir og... Já, ég vona það. Ég vona fólk sé að hlusta hvað þið segir. Ég vona það líka. Egill Einarsson heima með veiku barni í fyrsta sinn. Með litla stelpa með ælupest og hann kansella á síðustu stundu en við með gott varadekk. Sem þýðir að hann fái ælupest. Sem þýðir að við fáum ælupest. Nei, hann ekki þarna. Hann á eftir að mæta einhver tíman en eftir. Ekki bara að hitta hann eitthvað nýlega? Það talaði að það eru 2-3 dagar áður og fær ælupest, þá byrjar þetta að smita sko. Já, ok, og byrju, smitast ég þá af honum af því hann smitast af barninu sinni? Ælupest þetta mest smitandi stöð sem getur komið, bara, hann fær ælupest. Það er ekki verra sko. En ég held að hlustendur sé búin að gera sér grein fyrir því að varadekkið Rikki G. Vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Ég ætla að byrja á að spyrja þig núna, Rikki, hvernig ertu? Ég bara aldrei verið betri. Það gott að heyra. Það gæla á það. Hvernig árið að byrja hjá Rikka G? Það gæti ekki verið að byrja betur nema það ég geta alltaf labbað fyrir hasperum. Fekk krampa hérna fram með rétt á hann. Hvað var það? Þetta heldur að fengið hjarta. Aldrei fengi. Ég var eitthvað teigur fætinum, teigðan eitthvað vittlust og fekk ég bara krampa aftan í lærið. Það besta ég náði ekki að taka upp snappa þessu en bara svo að fólk átti að því hann fekk krampa á hann hérna frammi. Dundrast í gólfið? Já, það heldur það bara koma allir hlaupandi. Fólk held að Rikki að fengi hjartaáfall. Annars ég geðveikur. Annars þetta bara góður þá. Já, mjög góður. Það hefði nú ekkert komið rosalega óvart að þeir fengið hjartaáfall. Nú okkur. Nei, bara svona út típan í það. Akkur ég típan í það. Er hann ekki alltaf, hann náttúrulega ung, eða þegar hann feitur, þetta með það? Nei, bara svona típan í það, sko. Já, ok. Hvernig það? Góð rök. Bara geti dottið niður einn daginn, sko. Erst þú í morfís, eða? En Steindi, hvernig þú? Ég fróandi góður og fyllandi fín. Það gott að heyra. Það smá galsi mér þetta. Já, við getum alveg viðkjönt það er smá þingugalsi. Já, við fórum að hafa bara forsýna steipustöðin í gerð. Já, mikil hlegið. Mikil stemming. Hlakkaði til að sjá þá veislum maður. Já, það var ræðislegt. Hún byrjar á stöð 2 eftir nákvæmlega viku 20. janúar í frumsýningu. Og þeir eru á föstudöfum. Já. Vá, góður tími. Þetta verður hressandi en við erum með æðislegan þáttandekur í dag. Verður þátturinn í dag lit? Hvernig? Og svona eldur og eftir. Þetta verður lit þáttur þig? Ég var að vera lit. Nei, menn þátturinn verður lit. Shit. Það er alveg að reyna að vera með þetta orða því þú sagðir þetta í spurningakeppninni síðast. Ég nota þetta orð mikið. Nei. Jó, ég er alltaf að nota þetta orð. Finnst þér ekkert astanlegt núna? Ok, horfðu á mig Steindi. Horfðu í augun á mér. Nei, ég ætla ekki að gera þetta. Ég veit að þú ert að reyna að vera fyndinn þegar þú segir þetta. Nei, ekki neitt. Þú varst ekki að segja frá hjartanu, verður ekki þátturinn lit í dag? Já, aflýs. Nei, þetta var þú að reyna að stríða mér. Nei, þú myndir spyrja mig, Steindi, hvernig heldur að þátturinn verður í dag? Ég myndi hugsa, þátturinn, hann verður lit. Hann verður það í dag. Nei. Og á hverju talar ekki svona bara þegar við erum að tala saman dagstaglega? Þú segir aldrei lit. Ég er alltaf að lauminn lit. Nei. Ég nota lit. Þú er bara þessi núna til að bögga með í útvarpinu. Ekki neitt. Hann sagði með á hann, þú ert með okkur í dag. Ég sagði já, það verður lit. Nei, hann sagði það ekki. En þátturinn, hann er ekki lit en hann er góður í dag, ég lofa því. Við erum algjörða veislu, við ætlum að fara hér við erum með 2 mjög góða klefa. Búin að taka upp skemmtileg símtöl, Steindir að ringja, þú ert ekki að ringja en veikan, við reyndum svolítið nýtt. Já, þetta var tilraun, frumraun. Þetta var, við ákvaðum að ringja, að segja frá því. Já. Ég ákvaði að vinna með, að ringja í apótek og ég er með flensu, það er alltaf flensa að ganga. Já, flensa að ganga. Og það er annarkoð með flensu og ég ákvaði að nota svona bara aðtúarkort að væri ekki örgli í lagi að nota hægri þegar maður væri Já, við finnum betur í það og eftir við hendum Rikka G líka í veislustjóran þar sem hann hringdi og þetta er svona heila partur, þetta gæti verið vondaði. Já, sko það að góða við FN95 Blöð að ef þetta er vond þá segir bara að þetta var vondaðið. Já. Það er ekki ekkert. Það var líka vondaðið á mér. Nei, sko símakleifin hjá Rikka er stórkostleg þegar hann hringir og er að bjóðast til að vera veislustjóri. Ég lofa ykkur, það er veisla.
Svo erum við með slúður, Íslands slúður. Brakandi fest, Íslands slúður. Elska Íslands slúður, það er búin dagskrárleiðurinn minn. Já, það verður helviti gott. 2 föstudagar í röð núna, ég ránaði með það. Já, Hver er að skýta í dag? Það er bara að dritast inn. Það er að dritast inn skilabóð. Mail og fleira og ég ætla í fyrsta skipti, ég ætla ekki að vera að gefa við. Af því að ég veit nefnilega, þú sagði mér næst frá slúðurinu. Já. Af því að Rikki spurði hver er að skýta í dag, erum við að gefa honum einlam? Já, sko... Er ég í slúðurinu? Já, sko, ég er náttúrulega búin að vera að fá mikið á tölvupóstum. Já. Það er eitthvað saga ganguð mér ekki, allavega, ég heyrði það. Það er allavega einhver saga sem kom hérna á blað. Ég ætla að bera hann til. Þú ætlar að vera með spurningakefni Gilsarans? Herru, ég fór aðeins til Gilsa áðan eftir hátið, hann bað mig að leysa sig af og hann svona kom mér aðeins inn í hvernig þetta virkar, hvernig spurningakefni virkar og ég er að hlaði í svaðalega spurningakefni og hugsanlega Gilsi verið rekinn. Þetta hljómar mjög lit. Það verður solid. Það verður mjög lit spurningakefni Gilsarans, það er ekki gefið með hana. Svo erum við að fyrir karaoke og við erum með mjög gott þema. Við ætlum að taka sama þema og við vorum með í flottulega daginn. Já. Þá vorum við með þema sem sagt hvaða lag myndir þú setja á til að reyna að vinna kærustuna þinn aftur ef hún myndi hætta með þér og við ætlum að taka karaoke og það er þema hvaða lag myndir þú syngja til að vinna stelpun tilbaka. Þetta verður viðbjóður en getur verið skemmtilegt fyrir hlustendur. Þetta verður nefnilega viðbjóður. Ég veit þurftum kannski að endurskoða þetta. Nei, það er hressandi svona á föstudegi. Annars erum við í Fanta feeling, rosalega þáttu framöndan, lofum því og bara allir í stuði. 95 blöð hér á FM 957, það er Steindi June, Öddi blöð og Rikki G með ykkur á þessum, ég ætla að ganga það langt að segja að þetta sé einn besti föstudagur. Föstudagurinn 13. Föstudagurinn 13. Veistla framöndan og hvað erum við að tala um? Hvað er næsta dagskrá? Ætlar að bjóða fólki upp á, er það slúðrið? Það er hárréttlega, það kom að slúðri. Erlend slúður, það er lit. Það er stemning. Ég hef aldrei eftir að vera leiður á þessu. Bara þú verður að hættur. Það er komið að slúðri og ég ætla að byrja á pari sem að allir slúðmiðlar eru að tala um. Það er Jennifer Lopez og Drake. Já, veistu það, ég held ekki með þessu. Ekki? Nei, þetta er viðbjóðslegt. Ég fann haldið þetta að sé sýndamennska. Já, sko málega það. Heldur það? Ég held með ástinni, strákar. En ég held ekki með þessum svona kúrparamyndum sem þau eru að láta einhverja starfsmenn sína taka af þeim, þau með lokuð augun undir einhverju teppi og þetta er bara svona viðbjóðslegt. Þetta er ógeðslegt. Hvað var að gerast núna? Enn einn selfie-in eða? Já, rapparinn Drake, hann var að gefa Jennifer Lopez svona demantshálsmenn sem kostaði ekki nema $100,000 eða 11,4 milljónir. Já, það er mjög eðlileg tala, bara til að gefa randomli. Já, og hann var ammali hjá hann eða? Nei, hann var bara að gefa henni þetta. Okay. Og hann segir við vini sín, hann hefur aldrei verið jafn ástfanginn samkvæmt The Mirror. Þannig að hann vil svona meina að þetta sé ekki sýndamennska því að það er ekki bara við sem erum að tala um þetta. Fólk er farið að halda að þau séu bara aðeins út af the publicity. En vinir Drake segja að hann hef aldrei verið jafn ástfanginn. Þeir sem eru eitthvað búin með skóla, þeir hljóta samt átt að sjá því að það er eitthvað á bakvið, það er engin svona. Eitthvað búin með skóla? Þú lærir þetta ekkert í skóla? Nei, ég er það, þeir sem fatta þetta, þeir sem eru eitthvað búin með skóla fatta að þetta er sýndamennska. Þú ert ekki að búin með skóla til að fatta það? Nei, ég var að reyna að make a point hérna. Hvað er löggan hérna? Hvað er að frétta? Það var útskrifaður og HÍ bara Já, ef þú ert útskrifaður og menntaskóla þá fattar þetta joke. Það er bara grunnskóli nóg. En sko, málið er að, nei, þú veist, sko, þetta er svo steikt. Já, en sko, hann hlýtur að mega samt, nú ætlum ég aðeins að taka upp hanskan, hann hlýtur að mega gefinni hálsmenn, með það ekki? Bara gefið þú ekki konunin eitthvað og... Jú, en ef ég myndi gefa konunum minn eitthvað, ég var ekki að taka myndir að því og posta um allt. Heldur að Matthew McConaughey sé ekki búin að hlaða í marga demanta, það er ekki að koma á samfélagsmiðluna, sko? Já, þið meinið að það er ástæðanlegt að vera að monta sá því. Já, ég myndi að segja það. Nei, það er eitthvað ágætispunktur, en Rikki, talandi um selfies og svona með konunni sem að Drake er að gera of mikið, ég hef aldrei séð þið taka selfie með konunni þinni. Nei, ég meina, það er bara mjög eðlileg útskýring á því. Það er bara ógeðslegt. Nei, þú veist, ok, ég segi það kannski ekki. Þú veist, það er alltaf að taka myndir og setja á samfélagsmiðla, það eru jólinn og áramótin og eitthvað svona, þú veist, en bara af því bara, Jesús minn. Það fer þetta hvernig myndi er, sko. Þetta er bara basic selfie heima, bara við erum að bralla þetta og það er fyndið og skemmtilegt og eitthvað svona. Ég veit ekki af hverju útskýrt. Þetta er bara þetta er fólk sem er blokkað. En það er annað par. Ég finnst að heyri Drake með þetta. Ég er með rosalegt slúður núna. Það er komið nýtt stjörnupar sem er í harðri samkeppni við Drake og Jennifer Lopez. Hvaða fólk er þetta? Selena Gomez og The Weeknd. Hvernig finnst þér það? Já. Það er allir byrjaðir í þessu. Nei, hvað séð það bara? Hvað meinar þú? Hvað meina ég? Fyrst Drake og Jennifer Lopez?
Og núna Gómez og Weekend. Byrjuði í hverju? Ja, þetta sko þetta bara publicity stunt. Nei, þú mátt ekki halda allt sem publicity stunt. Þau ekki að setja myndir að sér að kúra og eitthvað svona. Ég meina, fólk kynnist bara. Byttu bara. Steindi, ef Uddi færi í þetta, hvaða stjórnupar, Já, bara slepptu þessu strax. En þau eru búin að vera að hittast núna í nokkra vikur og sko TMZ náði myndaðum að kissast, annars þau eru ekkert að auglýsa þetta sjálf. Já, var þetta Slelli eða? Nei, þetta hérna. Hvers var þetta? Eitt koss hitt á kinnina, náði myndaðum sérna. Ég er nú ekki neitt. Þetta þarf ekkert að vera par. Ég er rosalegur tím Selena Gomez. Akkurat í tím Selena Gomez? Mér finnst hún bara með þetta einhvern veginn. Er það rangað mér að það? Ég var náttúrulega með Bieber. Já, tím Bieber líka. Ég finnst bara eitthvað svo skrítið að við séum að ræða þetta. Fullorðnir menn. Bara yfir höfuð. Já, það er ákveðt punktur. Við erum bara herbyggi hérna á Íslandi sko, að tala í mikrofón. Við erum að vera með púltan á púlsinu sko, Steindi. Já, við erum þetta er FM, það er slúður. Svo er það hérna í lokin að þá er Paris Jackson. Ég verð að taka þetta inn á því ég er mikill Michael Jackson maður. Paris Jackson er þá barnið hans. Það er dóttir hans. Hún er brjáluð yfir ákvörðun leikarans Joseph Fiennes að hann var sem sagt fengið til að leika Michael Jackson. Það er að fara að gera bíómyndu það. Já, ég er ekkert hissa því að þetta er ekki það. Michael Jackson var ekki myndalegur í lokin sko. En sérðu þessa mynd hérna? Já, þetta er kannski fullgróft, ég er búin að sjá þessa mynd sko. Þetta er hræðilegt sko. Og hún er brjáluð yfir þessu að basically vera, hann er eins og trúður hann sko. Já. Ég er enda alltaf að taka upp hanskan fyrir henni, þetta var fullgróft. Svo líka bara handritið byggt á einhverju grein sem að birtist í Vanity Fair 2011. Þetta er, ef þú ætlar að gera mynd um Michael Jackson, gera það alvöru mynd. Samanlega. Já, þetta er mjög sérstætt. Er þetta stórmynd? Hvaða leikstur er þetta? Það stendur ekki. Ég veit ekki hvort þessi stórmynd, það stendur ekki hverja leikstur. Nei, ég meina, hvað sástu þetta? Hver er leikstjóri? Nei, ég meina, þeir þetta reysa mynd. Já, þetta er þetta bara eitthvað kjaftaði. Nei, ég held að þetta sé hérna sjónvarpsmynd. Sjónvarpsmynd, já, þá, sko. Öllum saman kannski. Já, öllum saman. Þetta er þetta góða punktur í þér. Hún er að vekja meiri athygli á þessu með því að vera tístað um þetta. Já, það hefði ekki séð þessa mynd. Já, við verðum að gefa það Steindi, þetta er rétt. Annars er hann barnanýðingur í myndinni eða? Hann var ekki byrjað þessu. Hann var ekki barnanýðingur í lífinu. Nei, ég er ekki að segja hann hafi verið það. Ég er bara, hvaða teikar þeir að taka á þetta? Það bara stendur ekki. Já, ok. Ég ætla ekki að særa þig. Nei, þetta var algjör óþarfi sko. Þú verður svo sár í alvörunni. Ég er að horfa þig, þú bráðar. Nei, málið er. Ég stend fastur á því að Michael Jackson, hann var mjög skrítinn. Hún var gaman að leika við börn. Já, ég var bara að spyrja í hvert er ætluð með myndina. Ég var ekki að segja neitt. En ég held hann, ég veit það ekki. Nei. En ég held hann hef ekki verið barnanýðingur. Nei. Er það rangt eða? Ég var bara eftir að kanna máli betur. Já, bara reynda að rannsaka þetta. Annars er lítið í slúðri. Þetta var ekkert spespakki en þetta var fýtt pakki. Mér fannst vanta svolítið svona þessa gömlu jaxla, Kurt Russell, Snipes. Svo reyndar eitt þetta líka, það er bossæði í netheimum. Það er núna rosaleg tíska að taka mynd af rassinum og setja á Instagram. Það er eitthvað sem þú mætti skoða, Steindi. Já, ég er að fara að gera það. Þú ert mikill Instagram-maður. Ég get ekki farið að taka mynd af bossanum og mér og posta næsta. Hér er smástund, þá ringir Steindi veikur í apótek og ég lof ykkur að það er hressandi. Gull léttur kynir Hlustendaverðlaunin 2017. Nú kjósa hlustendur FM 957, X-ins 977 og Bylgjunar ásamt notendum tónlist hvað stóð upp úr í íslenskri tónlist á árinu 2016. Kosningin er hafin á fm957.is og á Vísi. Föstudaginn 3. febrúar verða hlustendaverðlaunin afhent á glæsilegri tónlistarhátíð í beinni útsendingu á Stöð 2 frá Háskólabíó. Njóttu íslenskra tónlistar og taktu þátt. Hlustendaverðlaunin 2017. Flottasta tónlistarpartí ársins. FM 957, X-ins 977, Bylgjan og tónlist. Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skilar sér til þín. Gull, okkar bjór. Léttöl. Viltu verða viðurkenndur bókari? Viltu fá góðan stuðning í krefjandi námi og vinna í minni hópum? Við þróum námið í samstarfi við eitt stærsta endurskoðandafyrirtæki landsins, NTVAF skólinn. Strákarnir okkar börðust eins og ljón í leiknum í gær. Í dag er 13 króna afsláttur með lyklum og kortum hjá OB og Ólís. OB og strákarnir okkar. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustað fyrir klukkan 2 á laugardaginn. 1x2 við tippum. Útsalan er hafin.
Allt að 60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Tryggðu þér raunveruleg gæði í endingagóð eldhústæki og innréttingu hjá Eirvík. Vertu velkomin í Verslun Eirvíkur, Suðurlandsbraut 20. Eftir heilt ár vorum við loksins ánægðir með marineringuna fyrir kjúklingavangin okkar. Þeir eru einstakir. Dirty Burger and Ribs. Opið fyrir skráningu í fjarnám. Fjölbrautaskólinn við Ármúla. Ykkar skemmtun, okkar fókus. Hókus Pókus Laugavegi, hókuspókus.is. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 og já, það er gýri okkur drengjunum. Heldur betur. Inn í klefa og það komið inn, sko, við ætlum að ringja okkur inn Veika Steindi í dag. Já. En við erum hætti við það að þú ert með nýja hugmynd. Já, sko, þetta gæti flokkast undir vondaðið. Já. En það er svona smá galsi og ég... Ég er spenntur fyrir þessi símtali. Ég er spenntur. Ég ætla að hringja og ég ætla að vinna svolítið með frasan, sko, ég ætla að hringja apótek og aðtuga hvort ég fái leyfi. Já, ég var að fara núna að finna bara einhver apótek. Já, og ég er bara með flensu og ég ætla að aðtuga hvort að ég fái leyfi til að hendi hérna hægri. Hendi hérna hægri? Já, hendi hérna, það er svona frasin sem ég ætla Hendi hérna hægri? Ég ætla að vinna með þann frasa. Á hvað? Það er bara að fá hendi hérna hægri. Það er, þú veist bara, það er gamla Já, góða. hvort þú megir að þú ert veikur? Já, ok. Það er sjálfsvon. Já. Þetta sýndalið algjörlega á þinn ábyrgð. Það gæti flokkast undir vondaðið. Sjá hvað gerist. Mér finnst það alltaf svo gaman, sko. Apótekarinn. Já. Ok, maður sjá. Hendum út neti. Já, tjekkum maður sjá. Apótekarinn Hvolsvelli. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, ég er lagstur í flensu. Þú ert lagstur í flensu? Já, eins og annarkur maður hérna. Jú, þetta er að ganga hérna. Já, herðu, hvernig er best að ná þessu orðsessi bara helst í gæri? Ég hef enga tíma fyrir að leggja hérna í þessu. Já, sko, við erum alltaf með bara í lausasölu hjá okkur Ibufen og hérna Parataps. Við erum til Hot. Er ekkert annað, er ekkert... Eitt sem heitir Mucolysin, það er svona slímlosandi og hérna slímþinnandi. Það hefur reist vel. Já, en er þetta... Já, ég hef búin að heyra af því, það virkir nú fínt, og það ætti að slá strax niður hitan og... Ekki kannski hita, en það hjálpar til við að finna slím. En get ég sótt þetta sjálfur? Á ég bara verið til sæng eða á ég að láta einhvern annars ekki þetta? Þú voru bara að meta það svolítið sjálfur. Ég get ekki sagt þér hvað þú er að gera. Nei, ég skil. En það er alveg hægt að gríti inn að hægri með þessu, eða ekki? Hvað segirðu? Það er hægt að hendi inn að hægri með þessu? Hendi inn að... Já, inn að hægri? Inn að hægri? Já. Nú skil ég ekki. Nei, ég er bara að spá í, maður myndi taka þetta par þarna sem þú ert að tala um, Parkutinn og Ibufen. Taka eitt þannig par. Já. Ég er bara að hugsa hvort að hitin, þú veist, er hitin að rjúka upp þetta eða er... Parataps er hitalækandi. Það er hitalækandi, já. En það er ekkert verra að maður er að svitna og svona það? Ég er náttúrulega, hitin er náttúrulega lækningamáttur. Já. Nei, ég er nú bara að hugsa þú veist, að bara hvort að þetta væri eitthvað verra, maður myndi, þú veist, bara dundri eina hægri með þessu, hvort þetta væri verra fyrir hitan eða hvort þetta væri, maður myndi rjúka upp í hita. Ef þú myndi gera hvað fyrir? Nei, bara, sko, ég er náttúrulega, maður er heima, sko, bara undir sæng, sko. Já. Og það er bara... Já, bara færið eitthvað til þess að koma og ná í. Já, ég er að hugsa að svona hellist yfir mann eitthvað svona, maður er náttúrulega einn heima og hellist yfir mann eitthvað svona, eitthvað saurugt, sko. Hæ? Ég er bara svona veltaði fyrir mér að hvort það væri í lagi ef maður er með hita og flensu. Já. Hvort það væri eitthvað verra, maður myndi henda sér í eina hægri. Maður myndi nota hana. Ég skil ekki hvað oft við með þetta henda sér í eina hægri. Já.
Bara eitthvað svona kannski smá gredd í manni, sko. Já, þú eru bara að eiga það við þig, hæni minn. Ég get ekki svarað þessu. Nei, ég hef bara spáðið hvort það væri verra. Maður myndi fá auka hjartsláttinn og allt þetta. Nei. Það er ekkert, maður myndi svitna eitthvað mikið. Þú eru bara að prófa. Já, en þú veist, ég er að tala að fróa mig, sko. Já. Þú veist, hvort það væri, hvort þið mæli með því eða hvort það væri... Nei, þú eru bara að finna það sem henta þér best, hæni minn. Já, þú mælir ekkert svo sem með því að, já, ok, það er allavega ekki verra, gerir ekkert illt verra. En maður myndi fróa sér með flensu. Það held ég ekki. Herðu, takk fyrir það, ég kem allavega að sækja lyfin. Gerðu svo vel. Hvað var ég að segja við hana? Það er afvíða. Wow. Ok, ég veit ekki, er þetta þingugalsi eða mér fannst þetta svo fyndist? Grýta í eina hægri. Hún var ekki að ná því, sko. Ég horfði bara á þig. Ég hláturskast. Grýti í eina hægri. Vístu það, Kemur í mann eitthvað svona saugur. Ég hef ekki hugmynd hvort þetta hafi verið lélegasta símat sem við höfum gert eða hvort þetta hafi verið skemmtilegt. Við skulum bara setja Ef að hlustendur fíluðu þetta ekki, þá getur ruggaði það að ég er búin að tárast hérna og þú skemmtir mér. Ég hef mjög gaman þessu, það er engin gals í mér. Nei, þetta voru veikindin hjá Steindar Junior. Þarna spyr, er þetta ekki Amelie Sander sem er hérna með David Guetta? Hvað hún gerði fyrir ástæða, hvað hún myndi gera fyrir ástina? Já. Mér finnst það fínt lag. Það tengist nú svona dálítið konceptun okkar í karaokeinu eftir. Já, við ætlum að vera með karaoke og þemaði. Er þið búin að velja lög eða? Ég er búin að velja lag, það er ógeðslegt. Já, veistu það er líka, ég hugsaði strax, það verður ekkert mál að finna lag. Fór á YouTube og ég er ennþá að reyna að finna lag. Þetta er bara... Er það ekki búin að velja? Ég er með 2-3 í siktinu, en... Ég er búin að ákveða. Ertu búin að ákveða? Já, ég er búin að ákveða. Það er að segja hvað lög strax? Nei, segjum eftir. Málið er samt með karaoke. Við fórum nú í karaoke í Oddsson í gær, ríkilega gaman. Við vorum hérna Steypustöða krúið. Og það er, sko, ef þú fer í karaoke, þá er alltaf sama bara reglan. Ekki reyna að vera fyndin. Gerðu bara eins vel og getur. Ég hef ógeðslegt lag og ég ætla að reyna að syngja það eins vel og ég get. Við verðum allir að gera það. Við reynum að syngja það eins vel og við getum. Og setja tilfinningar í það. Já, þannig að þemaði hjá okkur er hvaða lag myndur þú syngja til að reyna að ná kærustuðin aftur. Já. En það er hins vegar komið að hvort myndur þú frekar hér í FN95. Aha. Hendum hérna símtali á undan. En nú er hins vegar komið að þessu, þið tilbúinir Þú hefði gaman að þessu símtali? Já, ég elska það. Það er mjög gaman. Hendi hérna hægri. Ok, ég ætla að spyrja ykkur núna því að Egill er ekki og þetta tengist honum pínu. Hvort myndið þið frekar, drengir, ætti að velja að gerast fasteignasali eða engaþjálfari? Bitti, nú ætla ég að stoppa hans. Er þetta eitthvað skot á Rikka? Já, bara nákvæmlega. Hvað er þetta? Hvort myndið gerast fasteignasali eða engaþjálfari? Nei, því að bara það hefur komið fram. Þetta bara í hug, bara með sköllótt á hausnum, bara allt í einu fasteignasali eða... Já, ertu að tala um þarna... Annarlega fyrir það sem heyrðu kannski ekki þáttinn, en þá var... Það er búið að ræða þetta bara núna í 2 mánuði. Það hendir ekki sér. Ég sverða, þetta var ekki ángrínsriki, þetta var ekki tengt því. Lofa. Akkurat. En þú hefur náttúrulega gest fasteignasali. Já, Ætlar eitthvað að bregða þér í það hlutverk helgina? Nei, ég er ekki að fara að bregða mér í það hlutverk helgina. En hvað segirðu? Hvort myndið velja samt bara öllu gannisletu? Vera besti fasteignasali landsins eða besti engaþjálfari landsins? Það er auðvitað meira cash í að vera besti fasteignasali landsins, þó að sé svona hart í ári í fasteignabransan, þá er alltaf hart í ári? Nei, ég er að segja, eða það kemur oft. Já, ég held að segja ekki í dag, sko. Nei, ég er að tala um, en það getur gerst. En ef þú ert alltaf besti fasteignasali landsins, þá ert alltaf að græða sittlóra cash. Svanni vinur minn er fasteignasali. Það væri svolítið leiðilegt að hrinda honum út af markaði. Já, bara pláss fyrir einn í Mosó, þetta er svo lítill bær. Það er bara pláss fyrir einn, ég meina þú ert besti fasteignasali landsins, það er bara ekki pláss fyrir einn annan. Er hann bestur? Nei, þú varst ekki að spyrja okkur. Jó, hann er örgulega þrælfínt, sko. Ég, engaþjálfari, minna... Þú Steindi, þú getur ekki lift 60 kg með bekk, akkur en þú var engaþjálfari. Herðu, ég gæti lift 60 kg. Ekki 70. Þetta strandaði á 80. Þetta er þetta pínu svona, sko... Ég get ekki 80 kg bekk. Þetta er pínu svona practice what you preach. Þú gætir eiginlega ekki verið engaþjálfari. Nei, þú veist, það myndi ekki taka mark á þér, sko. Já, sko, en ekki það, ég myndi ekki heldur hvað íbúða. Ef ég væri bullandi miklusveppur í öllu en ef ég væri besti, þú veist, við verðum satt að gefa okkur það í sig orðin. Já, þú ert orðin góður, já. Þannig að ef ég er besti fasteignasali, nei, besti engaþjálfari landsins, þá er ég með fullt af vöðvum og ég gæti tekið yfir 80 bekk og allt þetta. Ég er basically að spyrja hvor starfi haldið þessi skemmtilegra? Það vera fasteignasali eða engaþjálfari? Sko... Veljið út frá því. Já, þá ætla ég að velja, þá ætla ég að taka engaþjálfari. Ég er hérna mikið fyrir íþróttir og bara mikið fyrir rækt og annað, þannig ég
Ég er líka mikið fyrir cozy gallan. Maður má vera í svona, Nike joggingbuxum eða Adidas. Þetta er góða punktir á hann. En þú ert líka pínu fyrir fasteignasalan, Riki. Já, þú ert náttúrulega fyrir hann. Hvað er landið þetta í stúdíóinu? En málið er að þú gætir samt látið drauminn rætast. Þú værir orðinn fasteignasali. Já. Steindi, hvort myndir þú velja? Ég er svolítið sammála Rikka með jogginggalan. Ég væri til í að geta verið í Þú getur ekki sýnt íbúð og joggingala. Nei, þú ert sko, ef þú ert fasteignasali, þá ertu sútaður upp alla daga. Þá er ekki eins og gaman að fara eitthvað sérstakt. Eins og fasteignarsalinn vinur minn, þegar hann fyrir út, þá vill hann helst fara í strigaskó og í... Já, hann klæði sig ekki flott upp að því hann er alltaf í... Jú, hann gerir það alveg, en þú ert alltaf daglega í... Ég segi engaþjálfari. Já, ég ætla Þetta ekki báður engaþjálfari? Sammála Stóni. Ok. Engaþjálfari. Þá ætlum þetta er mjög skrýtin spurning, en hvort myndu frekar vilja vera? Hundur eða köttur? Skrifaði 5 ára barnenda fyrir þig. Fekstu þið frí í dag og leistu litla frænda að gera þetta bara. Jesus. Það mætti ekkert alveg nógu ferskur í morgun og þá koma svona hvort myndi þetta kann? Hundur eða köttur? Hundur. Já, hundur, þetta er no-brainer. Kettir eru náttúrulega hundleðilegir. Já, við sammálast það er bara, þeir fara og koma, þeir eru hendar, ná í eitthvað drasl úti og koma það inn. Þú varst samt að vinna fyrir virðingu hjá þeim, sko. Já, en þú veist þú ættir þetta nettur hundur í þér. Sko, innikettir. Ég teki tilbaka þessu leðilegir. Innikettir eru fínir. Þá, þú veist, ég myndi vilja að það klappa mér. Ég myndi vilja liggja í fanginu og eiganda mínum. Hundar gera það líka. Já, ég er að segja það. Ég myndi vilja vera hundur. Nei, ég ætla að breyta. Ég vil vera köttur. Ég myndi vilja vera köttur en það í Austin Powers, svona sköllótti. Hvað er svona? Akkur? Það er mér alltaf svo heitt. Það er svona gæðið gott að vera ekki með nein hár og bara svona... Það er ekki flókið, bara rakaður hausinn. Hvað myndir þú vilja vera rottukötturinn? Hann er ekki rottuköttur, þetta er rándýrasti köttur bara held ég í heiminum. Já, sko... Ég veit ekki strákar, maður er sjálfstæður eða maður er köttur. Ég ætla að vera köttur, ég ætla að vera sköllótti kötturinn. Ég væri til að vera bara ég alveg sviftur öllu svona sjálfræði, sko. Ég myndi bara vilja vera fastur heima og láta klappa mér. Þú tökur hundinn. Já, ég tek hundinn. En nú ætla ég að spyrja ykkur spurningu sem ég fekk í gær á Den Danske Krå. Ég var spurður á þessi gær og það er dagsatt. Hvort þú vildi vera hundur eða köttur? Nei. Betur að spurður með yngir á því. En ég hitti mann í gær sem er samkynhneigður, toppmaður, spjallaði lengi við hann og gaman að því. Og hann spurði mig hvort að ég héldi ég væri bottom eða top. Já. Og ég ætla að spyrja ykkur. Akkurat. Ég fattaði ekki fyrst hvað hann var að segja, sko. Svo útskýrandi fyrir mér. Já. Hvort ætlaði þið séu? Ef þið væruð samkynhneigðir. Sko... Ertu að gefa það þiggja? Já, akkurat. Ég myndi þiggja. Þú veist, það er bara nóbrennir hjá mér, sko. Rosalega settur þetta eitthvað fráslaður átti. Já, ég myndi, það er bara einföld skýring fyrir því, sko. Ég hef ekkert að gefa. Ég myndi þiggja. Það er ógæslegasta sem ég hef einhvern segja við hliðina mér. Ég myndi þiggja. Ég sagði ekki alveg svona, sko. Ég sagði bara að það væri... Sveittur og efri verður þú sagði þetta. Hvort það getur þú Steindór? Já, það er náttúrulega... Út af hverju myndir þú vilja bara þiggja? Það er ég að útskýra þetta. Nei, hann bara svaraði bara mín skoðun. Ég myndi, sko, ef maður væri... Ef ég væri samkynhneigður, ég myndi örugglega, sko, myndi maður ekki vilja bæði? Ég spurði hann á því. Og hann sagði að það er alveg, auðvitað er það þannig líka, sko. Já, en þú veist, ég efast að samkynhneigðarstéttin hollist svona rosalega. Nei, það er ekki þannig. Það er heim með einhverjum gaur og hann bara, nei, ég þigg bara. Já, en þú veist. Það er alltaf Rikki myndi hendi það, hann myndi bara þiggja, hann myndi ekki gefa neitt af sér. Ég þurftir ekki að hugsa það sko. Nei, ég meina þetta er sko, ég myndi ég myndi ekki gefa. Nei, ég veit það ekki. Ríkalegt óþægilegt. Hvað númer er það? Þetta er hundur og köttur. Þetta þýðir að ég og Rikki getum bara farið núna eitthvað bakvið. Match made in heaven. Útsala. Dúnúlpur á alltaf 50% afslætti í verslun Æsver Fákafinni 9. Æsver, þín útivist, þín ánægja. Nýr kristall hefur verið valinn af þjóðinni. Límónu og jarðaberjakristall er frískandi góður og svalandi. Það sést hverjir drekka kristall.
Ekki ákveða hvort þú vilt mjúkt eða stökkt taco. Settu frekar mjúkt utanum stökkt og tvöfaldaðu augnablikið. Mjúkt taco með ostasósu utanum stökkt taco fyllt með kjúklingi, sýrðum rjóma, káli, osti og tómatum á 579. Eða 2 Double Decker Supreme Taco, Fiesta kartöflur, Apollo fyllt lakrísúkkulaði og miðstærða gosi á 1699. Taco Bell. Samfilm og Warner Bros. Kynna What is your cause? That no man should rule another man's life. Stórkostlega kvikmynd frá leikstjóra Argo og The Town. Ben Affleck frábær í spennu og hasarmyndinni Live by Night. I got one guaranteed life. I was gonna live it. Live by Night, komin í Sambíó. Útsalan hafin í Selected. Selected Kringlunni og Selected Smáralind. Manchester United Liverpool á lengjunni. Tippað á hann. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Við í NTVF skólanum leggjum mikið metnað í að námið sig í núinu og í takt við þarfir atvinnulífsins. NTVF skólinn. Tútor rafgeimar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða. 5 í fötu, það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. Grow up hér í FM 95 blöð á FM 957. Það föstudagurinn 13. og gaman að segja frá því að Keiluhöllin Egilshöll með nýtt sem að byrja í kvöld á föstudagurinn 13. Þeir ætla að bjóða upp á flöskuborð, Captain Morgan flöskuborð, kostar 15 skall og milli 10 og 11 og þá kemur kapteinninn sjálfur og mun gefa hatta og annan glaðning og svo náttúrulega alltaf happy hour hjá þeim. Til Captain Morgan Kall? Já, það eitthvað Captain Morgan Kall sem að mætir. Það fárlega til að hitta hann. En þetta í fyrsta sinni sem að Keiluhöllin býður upp á flöskuborð. Það spennandi, 15 skall og lítra kapteinn. Allir sáttir. En það komið að Rikka G. Hann með spurningakeppni Gilsarans. Og ég var ánægður með þetta framtakið þær. Já, ég þegar Gilsarans var ekki í dag og sagði hvort ég ætti ekki hendi í spurningakeppni og kíkti á hann í 1 bolla og Ertu á með þeim eins og hann alltaf með? Já, hann fór aðeins yfir þetta með mér, hvernig hann hefur verið að gera þetta. Alltaf að fara að spyrja okkur hvort þú farið í þveng? Nei, það ekki nú þroskar. Það er mjög gott. Ekkert svoleiðis, en þema hjá mér í dag King of Friends. Já, ok, vera góðu vinnur. Hvor betri vinnur? Ok. Til já. Þetta keppnin sem þið viljið vinna. Já, ég mikill vinnu vinna minna. Ok, það verður gaman að sjá. Steinda drullu sama. Steindi það verður skrítið á hann með þetta. Við erum báðir miklir vinn okkar. Þetta verður hörkukeppni. Ég viðurkenna. En hættu að ljúga samt eins og notur orðið litt og eitthvað samt til að fá stig. Það verður ég reiður. Mér finnst bara þessi keppni verður litt sem hann hendi í. Já, ok. Þá byrjum við þetta. Herðu, spurning 1. Svo það íslenska slúðrið. Bragat. Veisla, fæ ég orðið það? Já, fyrir ekki. Takk. Númer 1. Hefurðu sótt vin þinn Þunnur hádegi og sunnudegi þar sem hann endaði heppinn kvöldun áður? Já, hann verður að hafa verið sem sagt farið heim með dömuð að stráka. Já, og einhvers staðar heima hjá henni og þú ert að koma hann í fyrst skipti og ert að sækja. Já, ég hef gert það. Já, sama hér. Punktur á blöð. Sama hér. Punktur á Steinda. En það nokkur á síðan. Ekkert sem þið gera oft eða? Nei, flestir vinir mínir með ég einhvern veginn með konu og börn sko. Já, myndu þér ekki bara. Ég ekkert að sækja þá eftir eitthvað monætstend sko. Já, það er svolítið sérstætt sko. Já, þertu yfir. Hérna kemur einn spurning, við erum að hlusta vel, aðeins í lengri kantinum. Ef þú og vinuðin værið hrifnir á sömu stelpunni og hún væri skotin í ykkur báðum, félagin með merki meðan utan á jakkanum hangandi aftan og veit ekki af því, þar sem þið þrjú eruð að djamma. Myndirðu láta hann vita af því? Eða myndur þú segja við stelpunum kaupa alltaf flott föt en skiliðum alltaf að fá endurgreitt í hann ekki krónu? Myndur þú stinga félagin í baki til þessum átumuna? Fyrir hvað fær maður stig? Ég myndi alltaf ef ég var í keppniðanum með einhverja stelpu, þá myndi ég alltaf segja bara þá myndi ég ekki segja hann frá því, sko. Ljótt að segja það. Pítur, eitthvað svona rosalega vant að vera með eitthvað miða hangandi? Merki miða? Já. Það ekki turn-off eða? Ég finn ekki svo langt að segja þessi turn-off. Ég efast að pían fari að hætta við. En það skrítið? Ég myndi ekki segja hann frá því. Þú myndi rífin að miða af svo hann geti ekki skila jakkanum. Það er það sem ég myndi gera. Ok, þið myndi sérst í rauninni þið myndi ekki segja honum? Nei, betur samkenni. Já. Ég er ekki betri vinnur en það. Ef við erum í keppni ástina, þá myndi ég ekki. Sama svar. Þú myndir ekki vera með svona. Nei, ég er ekki það góða vinnur. Ef ég er hrifin að einhverja stelpu þá myndi hann bara vera með henni, sko.
Nei, það er Nefn að þau séu búin að vera saman punktur á kvorun hérna Já, ok, þannig við áttum að segja Það sjálfsögðu, þeir eru king of friends Þeir átt að vita, sko Herru, nummer 3 Ef eitraður snákur myndi býta vindin í... Hvaða spurningar er þetta? Þetta er voða sérstakt Þetta er lélegt í það, maður Herru, ok Ef eitraður snákur myndi býta vindin í vöruna og þeir þetta fjarlæga eitrið á næstu 3 mínútum myndu við sjúga eitrið á vörunni? Nei Myndu láta hann deyja? Nei, býttu, fæ ég ekki eitrið í mig þá, eða? Nei, ég vil bara sjúga Já, auðvitað, ég myndi bjarga honum Myndu við sjúga vöruna á honum? Akkur var ég að leira þetta? Já, eins og bara í nervun myndu svona Til að bjarga lífans Og ég fæ ekki eitrið í mig Já Alltaf það, þetta er bara að segja, þetta er ótrúlega heimsk spurning Ég myndi bara fara í sleiku vinnin bara fyrir eitt salenpakka, sko Mjög gott, það er gott að vita Ef við erum að ferðast á Shit, hvað þetta er lélegt hjá þeim, maður Hvað er þetta? Ég fekk Ok, næsta Hvernig er staðan í þessu? Herru, þið eru báð með 2 punkta, það er jafnt Ok En þú og besti vinuðinn væru saman í fótboltalið og keppa sömu stöðu í liðinu Myndirðu klaga vinuðinn til þjálfaran sem fengið sér kvöldi fyrir leik? Já Nei Hann er ekki með keppnaskapi Víst myndirðu gera stendi Nei Víst Það er ekki, það er enda, sko það er náttúrulega enga líkur á vinur hans Steinda sem er með honum í fótboltalið var á fyllir og Steindi ekki með honum Þannig að hann gæti ekki klagað Það er málið, þau væri fullið saman Sko, ég myndi ekki vera að skvíla hana því að hann fekk sér eitthvað bjór Ef ég er í samkeppni, mununum mér og þér, ég lík ekki í þessari keppni Ef ég er í samkeppni með eitthvað gaurum stöðu í liðin Nei, ég myndi reyndar ekki klaga Myndirðu skvíla vinur í alvörunni? Nei, ég myndi ekki gera Núna fyrir ég bara þegar ég segi þetta upp átt skrítni fundur væri það, heyrðu, þjálfari Ég er að spá, hann Steinþór var að fá sér Hann fekk sér nokkra bjór Já, ég myndi aldrei gera Það með blöð dregur tilbaka Já, bara þegar ég segi þetta upp átt Ég get ekki lifa menn Nei, ég sammála Ok, ég sammála því Það er þá punktur á báða, skvílið ekki félagann Númer 5 Hefurðu logið fyrir vinðinn hvað hann var kvöldinu áður við kærustunas? Nei Já, því miður Allt og oft Það er punktur á blöð hér Er það punktur? Sjálfsögur, góðu vinnur Akkur það, er það? Já, auðvitað Já, en sko Menn eru fullir eitthvað og búin að ljúga þeir hafi verið ekki Já, oft ekki það Ég er bara aldrei lent í svona aðstöð Því miður ekki punktur á Steinþór Ég með þess að logi fyrir Steinda Herru, næsta Númer 6 Myndirðu dömpa kærustu vinarðins fyrir hann ef hann myndi ekki þóra því sjálfur? Nei Þetta er svo skrítnar og lélega spurningar Lélega spurningar? Þetta er eins og okkur, hérna, þetta er eitthvað Hvað er svo sem ég bara Menntaskóla? Já, líður þess að ég sé félagsmiðstöð Herru, hvort þú vera hundur eða köttur, þegið Hvað var þetta? Einar Hvað var áttur? Myndirðu dömpa kærustu vinarðins fyrir hann ef hann myndi ekki þóra því sjálfur? Myndirðu segja bara, herru, hann er bara ekki alveg á þessum stað núna? Já, myndi taka fyrir Það stundur halda að bara einhverju krakkar á Hagaskóla hafi fengið að koma á einhverja starfskynningu og fá að vera með hátt Herru, trúður, svaraði bara Veitu, hver á spurningin? Myndirðu dömpa kærustu vinarðins ef hann myndi ekki þóra því sjálfur? Nei, ef einhver vin myndir hringi mig ég myndi hægt að tala við hann Ég myndi segja bara, þetta er eitthvað vangið Það er ekki punktur á Steinda hér Konin upp eða Já, það er ekki punktur, það er punktur á blöð hér Ég er að dömpa ókunnur konu til bæ Rikki mjög einbettur í þessari ömulegu spurningakefni Þetta er ræðilegt Ok, hvað er margar spurningar eftir? Það eru nokkar eftir Nokkar? Það er bara eina, þetta er síðasta Nei, það klára þetta Ef vinur myndi festast á klósettinu og geta ekki allt í hennu hreift hendurnar eftir að vera búin að gera nummið 2 myndur þú hjálpa honum að skeina? Svipa og þú lendir í áðan þegar þú hundur í gólfið Þú eru vekst krampan? Já, nokkulega Bara ef að vinur minn er veikur og getur ekki skeint sér Já, ég myndi gera Þetta myndi ég örugglega ekki gera Nei Ég myndi örugglega bara Hvað, bara gerðu upp um hann eða? Já, mjög líklega Já Ég myndi bara gera upp um hann og henda honum í leigubíl og senda hann heim Það myndi eitthvað skeina hann þar Hörru, næsta Hefurðu búið herbergi heimahjóður og skipta á rúminu fyrir vinnin sem er að koma að gista? Já, oft Já Þú skipta á rúminu, Steinþór? Já, ég skipta rúmi og Er þú með þess að gist heima að mér ekki þegar þú erum að fara í golf Ég skipta á rúminu fyrir þér Ég er búið vinn, sko Búið vinn? Já, punktur á báðu hér Rosalega skrítin spurning Þá er það síðasta Hefurðu klætt vinnin í þveng? Nei, ég vissi ekki að þessu Nei, það hef ég ekki gert Hvor er klætt einhvern í þveng? Auðun er undisputed Er ég betri vinur? Já, miklu betri vinur Enda hangi ég með þér, ég hangi ekki með Steinda Þú vannst þetta á skeinun Þú getur verið að skeina Rikka Það er breyst Tilbóð á Quiznos Rands með kjúklingi og beikoni ásamt hálfum lítra plús og alpensúkkulaði á aðeins 1089 krónur. Þú velur salat, vefjið eða bát. Quiznos, við erum á Ólís. Allt til framkvæmda og viðhalds.
Gæða vörur á góðu verði. Múrbúðin, Kletthálsi og Reykjanesbæ. Apótekarinn býður 15% afslátt af öllu Nicotinell lyfjatyggigúmí í janúar. Afslátturinn gildir af öllum styrkleikum og bragðtegundum. Apótekarinn, lægra verð. Keiluhöllin Egilshöll kynir happy hour öll föstudags- og laugardagskvöld frá 9 til 11. 2 fyrir 1 af öllu á barnum. Já, ég sagði öllu af barnum. Rútuferðin í miðbæ frá 11 til 1, 1000 kall farið eða 2 frímiðar með öllum sexy fötutilboðum. Hvar ætlað þú að byrja kvöldið helgina? Keiluhöllin Egilshöll, þar sem venjulegt fólk kemur til að sigra. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Það rauti Rikki og Steindi. Aha. Og við erum að fara núna í dagskarlið sem í miklu uppáldu af mér. Og nei, við verðum í smá pásu. Þetta Rikki veislustjóri. Yey. Sem hann Sem já. Það náttúrulega má ekki glemast. Þú ert náttúrulega veislustjóri og DJ. Skólaverðarstíg 18. Opið fyrir skráningu í fjarnám. Fjölbrautaskólinn við Ármúla. Útsalan hafin. Vera á móta Kringlunni og vera á móta Smáralind. FM 95 blöð, alla föstudaga. FM 95 blöð með ykkur hér á FM 957. Það rauti Rikki og Steindi. Aha. Og við erum að fara núna í dagskarlið sem í miklu uppáldu af mér. Og ekki mér. Nei, við verðum í smá pásu. Þetta Rikki veislustjóri. Yey. Og sem hann sem já. Það náttúrulega má ekki glemast. Þú ert náttúrulega veislustjóri og DJ. Já. Og þó ég segi sjálfur frá, ekki slæmur sko. Þó að í þessum símtölum að fólk hafi ekki haft áhuga hingað til. Það verður ekki tekið á honum. En þetta snýst þetta símtala, þegar ég hef ekki heyrt þetta áður. Þetta snýst basically það að Rikki vil maður láta hringja einhvern út í bæ. Ég feg bara já.is, skrifa nafni Ólafur, hringja eitthvað og Rikki að bjóða veislustjórnum. En þurfum við ekki að vita hvert við erum að hringja? Nei, það bara, ég fyrir bara þetta núna. Það fallega við þetta. Já, bara inn á já.is, hérna bara Ólafur í Borgarnesi, tjekkum á honum. Það getur vel verið svo Ólafur ætla bara eiga slökunarhelgi sko. Já, bara mjög líklega. Rikki veislustjóri til og þú manst líka að þú ert alveg laus út árið og... Já. Halló? Já, Ólafur. Já. Já, blessaður og sæll. Ríkharð Óskar heiti ég, betur þetta sem Rikki G. veislustjóri og plötusnúður. Hvað segirðu? Ég segi bara ágætt. Jæja, herðu, ég bara svona að velta fyrir mér aðtökunni landi liggur, ekki vantar þig veislustjórið að plötusnúðu eitthvað helgina? Nei. Nei, ekkert slíkt. Ættu að hringja rétt? Já, ég er bara svona kannar hvernig landi liggur bara hjá fólki. Ok. En þið vantar ekki, já bara hérna þakka ég fyrir. Já, bless. Þessum vantaði ekki veislustjóra eða DJ. Ert að hringja rétt? Ert að hringja rétt eða? Herru, hérna. Já. Ok, við erum alltaf að taka annað, en bara hérna, nú vil ekki vera leiðilegur ekki. Þannig að fólk vil ekki fá þessu. Já, finnst þér að skrítið það? Nei, eins og hann hafði engan á það að fá þessu veislustjóra. Nei, þú veist, ef að þú... Nei, þú veist, ég ætla ekki að útskýra þetta. Hann held þú að hringja vitlaust. Já, eðlilega. Hann bara að fara inn í helgina og einhver gæja að bjóða honum veislustjóra. Hann var ekki til í þetta, sko. Ég meina, ef að Steindi myndi hringja, hann hafði sagt, já, mér vantar veislustjóra. Já, það gera það, já. Reynum með hann. Já. Jú, góðan dag. Ólafur. Komdu blessaður og sæll, Ríkharð Óskar heiti ég, betur þetta sem Rikki G. veislustjóri og plötusnúður. Sælir. Hvernig ertu? Ég er ágætur, en þú? Ég er bara góður. Herru, ég er svona bara aðtöða hvernig landi liggur bara svona fyrir helgina, ekki vantar þig veislustjóri og plötusnúð? Hæ? Ekki vantar þig veislustjóri og plötusnúð núna bara í kvöldi á morgun? Ertu að hringja eitthvað villust? Nei, ég er bara svona að tjekka. Nei, mér vantar ekki veislustjóra eða plötusnúð. Nei, ok. Ekkert slíkt? Nei. Ertu alveg vissum að þú setja að hringja eitthvað rétt? Já, ég er bara að tjekka, ég er bara að hringja í fólk bara og aðtöða hvort það sé eitthvað laust. Hæ? En ég er bara að tjekka hvort það... Ertu að hringja bara út allt og aðtöða hvort þú getur spilað eða veislustýrt? Já, ég er bara svona... Það er random fólk? Já, ég er bara svona kannan hvort það sé eitthvað í gangi. Hvað gerði þið að gera þetta?
Skellt hann á? Já. Sagði hann, hvað geðveikt og skellt hann á? Mér er aldrei liðað fýll af henni. Þeir eru konið fannst þetta skrítið, hann náði gjöndalum þetta. Veistu það, ég held að Ég var farin að svita á bakinu. Ég held að vita hver Rikki Hann var bara það. Þagnirnar voru svo óþægilegar. Það ringi random fólk hvað það geður. Ég sverða, ég skil þetta gæja sann svo vel. Mér er aldrei liðað fýll á ævinni. Jæja, þetta var veislustjórinn Rikki G og eins og ég sagði á Rikki, það er bara, það er engin áhugi. Því miður. Þegið. Lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. Það held ég að FM 95 blöð með okkur hér á föstudeginum 13. FM 957 á nýjári 2017 og þetta er annar þáttur af FM 95 blöð á árinu. Hár rétt. Takk fyrir þessa kynningur ekki. Þessi var svaðaleg, formleg og góð. Hann er ekkert að byrja í útvarpi. Ég er að taka kennslu. Já, þetta er maður sem er hókinn í útvarpinu. Hvað næst? Við erum að fara í íslenskt slúður. Já, það kom að því. Já. Það er brakandi fast í dag. Og ég bara, veistu það Steindi, ég er býinn spenntur fyrir því. Já. Hvað er að gera þetta á nýja ári? Hvað er að skýta á sig? Það eru náttúrulega hinur þess að skýta á sig og ég er búinn að vera að fá mikið af tölvupóstum eins og yfirleitt og fólk er að koma til mín með sögur og fleira og það eru nokkur að úti sem að halda að þú setja að semja þetta sjálfur en það er kjaftaði. Já, það er náttúrulega bull, ég er að fá þetta sent sko, en ég get samt ekki tekið ábyrgð á hvort þetta sé satt eða ekki. Nei, enda heitir þetta slúður. Þetta er bara slúður, já, og fyrsti móli, það er Ríkharð Óskar Guðnason. Hvað er í gang? Ég held að vera að trolla með hann í byrjun þáttur, ekki alveg með Var Rikki að skipta á sig, er þetta gott að hafa hann? Já, það er þetta, sko, þetta er í fyrsta skipti í slúðri. Það er hægt að spyrja hann að þessu. Okay, ég get bara spurt hann, er þetta satt? Hvaða slúður er í gangi? Klakka til að heyra. Já, en, já, sko, ég fæ þetta sent, þetta kemur frá Vestmannaeyjum. Þetta kemur í rauninni frá útlöndum, þessi móli. Já, og þú varst þess að þú varst alltaf að það var slúður að segja þú. Já, ég meina þetta er Rikka. Já, Rikki var þess að spila í Eyjum núna fyrir stuttu sem ég reyndar ekki lígi, nú er ég svona pínu stressaður sko. Þú varst að spila í Eyjum? Varst að spila í Eyjum? Ég var að spila í Eyjum bara. Ok, þetta er, þú stendur þetta að hafa verið að spila á Lundanum í Vestmannaeyjum. Já, það er mikið rétt. Nó, það er eitthvað til þessu. Það gæti, sko ok, nú er ég svolítið stressaður. Já, ég býtu sko málega það, ég myndi aldrei fara með neitt í loftið nema að þetta væri sem sagt, þetta er ekki gróft. Nei, hvað gerðist? Annars myndi ég bara fara með þetta beint til þín. En það stendur hérna að þú hafi verið að skemmta hérna á Lundanum í Eyjum og hafi verið að DJ-a og þú varst eitt þarna. Hvað, það er ekki allt satt eða? Jú, þetta er, þú veist ekki verið miðill, sko. Nei, og síðan þetta, það er nú ágætt stemning. Það var fín stemning. Fæ ég hérna að senda, það var góð stemning. Er þetta miðill, eða? Nei, þú varst að standa, mólið sem ég fekk senda. Já, ok. Þú varst að DJ-a þarna og það var bara stemning en, þessi Rikki var búið með baggið sitt. Baggið, hvað, tóbakið sitt? Já, hann búið með tóbakið, sko. Og bagg, eins og hann kýs að kalla það. Hann talar alltaf þetta sem bagg. Eins og úlingarnir. Já, og hann byrjar svona kallar þetta baggur ekki? DJ og svo kallar hann svona yfir hérna, veist, er einhver að bagga þetta? Segir hann. Á einhver baggið þetta inni, krakkar? Það er svona mikið ungu fólki þarna, sko. Okay. Krakkar, er einhver að bagga þetta? Mér vantar svo bagg. Og svo var svona fólk hvað svona, já, þetta er alveg fínt svona alltaf að hrópa þetta í mikrofón, svona eins og erlendi DJ að gera og alltaf svona sama hérna, þú veist, á engin baggetin hvað er fokkarinn fæði bagga þessu skýta í hérna? Hvað fæði bagga þessu fokki skýta í, sagði hann. Þetta er mest að byrja. Og hann fann að vera svolítið erfiður. Þú veist að segja þetta í mæk. En það var alltaf, sko, hann var búinn að vera einn þarna daginn að södra mikið og það var, já, ég get svo sem sagt að við erum ekkert vanur að plata hlustendur en... Hvað var hann komin í glas bara kallilega? Og kannski rúmlega. Já, ok. Hann var orðinn helviti svartur, sko. En byrju, segðu mér eitthvað ekki, þú varst að DJ á Lundunum, ekki? Já. Og varst að öskra yfir staðinn á einhver baggirna? Á einhver baggirna? Það stendur ítrekka, getur einhver hendið mér bagg? Mér vantar svo bagg? Nei,
Nei, ég var ekki að öskra það í hann var orðinn ofurhull. Bull er þetta? Ef þú varst að því ekki, það var mjög skrítið bara svo Já, ykkur en svo Nei, ég var ekki að því. Ef að þið vantar tóbak, segir ekki bara á einhver tóbak hérna, segir á einhver bakk. Hvað er Erlendur í mýrinni að yfirheyra með? Hvað er að frétta? Það stendur að þú var alltaf verið að hamra því að þú vildi fá bakk. Ég sagði það ekki í mikrofónu. Þú þyrftir að bakka þegar þú verður að fá þér. Þetta er bara eitthvað mest að kjafta þess Þegar ég fæ mér í glas þarf ég að bakka. En þurftur tóbak? Já, sko, svo endar þetta strákar. Nei, ég þurfti ekki tóbak. Þannig þú varst ekki að kalla neitt yfir staðinn? Nei, ég var ekki að kalla neitt yfir staðinn. Leifum mér að klára þennan slúðumóla. Það er ennþá eftir. Það átt enginn bakkanda þér. Og þetta er það sem ég fæ sent. Við getum svo rætt hvort þetta er satt eða ekki. En þú varst alltaf í blackoutinn á og eftir ekkert að muna eftir þessu sjálfur hvort það er. Já, þú varst bara búin að fá. Fékkstu þér ekki rétt þetta? Hvað er verið að senda á steindat.horseshit.is? Vertu hreinskilinn, fékkstu þér aðeins? Ég var ekki svartur. En þú hefur fengið nokkra. Já, ég það er margt til í sögum. Þú þarft ekki mikið. Sko, en allavega, þú nærði að sníkja sígarettu þarna einhverjum manni. Einhverjum eldri sjóara þarna sem var náttúrulega blandaður aldur þarna. Það er allir aldur þarna inn á lundanum. Það er ekki teilagt. Og sníkir þetta sígaretta sjóara þarna fyrir utan. Þú ert að segja Rikka hvað hann gerði. Já, og sem sagt, sko, svo ælir ekki. Nei, þú spúir ælu. Það stendur hérna, þú varst að spúa ælu. Eftir leiðu sem DJ og þetta æla. En þú varst komin í þvílíkan gír, varst búin að segja, þú veist eitthvað, ég komið með rettuna, ég með rettuna, ég komið með þetta, slakið frá, það þarf ekki að bakka mig upp. Og svo segir svo missir, það stendur hérna, þú missir sígarettuna ofan í æluna, lítur í kringu þig, tekur hana upp, dustar aðeins af henni, og heldur af og setur henni í munnviki og svo tekur sláttuinn svo slærið hann. Æ, Rikki, þú ert alltaf að segja þessu Þú ert alltaf að segja þessi bull hjá Steinda í slúður. Svo ertu bara að pressa á mig. Nei, það er svo margt rétt í þessu. Þú varst að DJ á Lundunum. Það finnst þið líkt til ælu, ég er í rettu og dusta ælu af rettu. Það er af þér. Þetta er alltaf stend og svo tekur í sláttuvelna. Ég myndi að setja með sláttuvel og þú kippir henni svona í gang og svo dansaru með hendurnar út og titrar allir og dansar þannig í gegnum allt gólfið og playlisti í gangi engin DJ er komin á gólfið. Ok, veistu af hverju ég trúi sér ekki? Af hverju? Ég náttúrulega trúi ekki öllu í þessu. Nei. En það margt öruglega. Já, sko, þú varst að DJ-i. Já. Á Lundun. Já. Við fórum saman í golfferð til Búlgaríu. Já. Þú gleymdi tóbakinu. Bakkinu eins og þú kallar það. Já, ég nefndi að gerði það. Og hvað gerður þú þá? Þú varst ekki með bakk eins og þú kallar það. Ég þurfti að kaupa rettur. Já, þú bara reyktir eins og John Candy. Já, en er það þá bara að ég hef verið að æla á Lundunum og segja er ekki til bakk þetta? Er ekki að bakka mig upp? Þannig að þetta er kjaftaði. Þetta er algjört kjaftaði. Þú kallar þetta bakk. Ég kalli þetta ekkert bakk, þetta er bara nefntóbakk. Það er eitthvað meira tóbak. Já, það er næstu. Það er, sko, þessi höfðingi herðu, það er fæ ég einhvern annan það er hérna, en þessi maður hérna hann verður að fá að vera í slúðurinn í dag. Það er Sigurflug. Nei, næsta. Hann verður næsta. Steindi, ég sagði þetta við áðan off-air. Hættu svo. Nú er ég ekki eins og hann hlæja. Ég get ekki leiða þessu. Næsta slúður. Ég er þetta mjög mikið aðdáandi. Ég verður að fá að segja þetta samt. Nei, bara næsta slúður. Það því að hann er dáinn? Nei. Ég ætla að bara segja næsta slúður. Hvernig? Hættu þessu. Siggi er ferskur. Þá er það þriðjumálinn. Það er alltaf að hoppa yfir hann. Við ætla bara að hætta að koma með henni í slúrið. Það er alltaf að hoppa yfir hann. Takk. Það má ekki tala. Það er að fatta það núna. Það var að þriðjumáli. Og það er móli Ríkharð Óskar Guðmundsson aftur. Það er annað móli. Sko, er þetta? Hvað er þetta spurt og svara? Nei, ég er ekkert að grínast þér. Ég get sýnt þér meilið sem ég fæ. Ok, það er okkur margir hlustendur sem haldur og gláka. Hann er bara heima og skrifur. Ég fæ þetta sent. Nei. Sumt af þessu ég fæ þetta sent. Ég get sýnt ykkur þetta meil. Og hvað er Rikki að gera sér? Herru, eins og flestir vita, eins og allir landsmenn vita í rauninni bara, er að Rikki hann er vanur að lýsa. Góður að lýsa, gerði það ekki, smá hrós. Mjög góður, einn aðeins bestu. Það verður ekki tekið á honum. En mólin er svo sem ekkert það endilega. En hann er fastagestur í stúdíó, hvað heitir stúdíóið? Stúdíó A? Nei, stúdíó... Þetta er stúdíó 2 yfirleitt sem við lýsum í. Já, stúdíó 2 og þar ertu náttúrulega alltaf bara... Og þannig að það er eitthvað til í þessu. Já, til í þessu. Að þú þekki stúdíó? Já, að því að hann sagði stúdíó og ég sagði stúdíó 2. Hvaða bull er þetta? En þú ert að lýsa. Já, það vita það allir. Þú veist alveg ég er að lýsa, sko. Já, ég meina, hvað gerðist? Já, sko, það sem er að gerast þarna er að svona undanfarnar 8-9 vikur
þetta er búið svolítið langt ferli og ég veit að menn eru pirraðir innan hús að þá hefur ekki verið að leka í útsendingu og okkur ég að hlæja þetta er svo lélegt þetta er svo lélegt ég ekki búið til, það bara þannig hann er búin að vera að leka eins hvernig þá? Það kemur bara svona ákveðin sko málið það, þú sér það aldrei Ertu búin að vera eitthvað slæmur í maganur? Nei, ég er ekki búin að slæmur í maganur Ég er búin að fíkna í maganur Það er eitthvað nýtt matar Þetta hefur tengt jólunum og svoleiðis Tengt jólunum? Já, þú hefur verið að sulli í malt og appelsíni og einhverju söltu kjöti Já, leka þá allir Íslendingar Það voru allir að borða þetta jólun Það voru allir með svipaða prumpulit allavega En, já, þú veist Já, þú varst allavega Var þetta slúður, hann er búin að vera að leka? Já, sko ekkert bara leka töluvert Frekar mikið Þú hefur nú búin að leka dálítið hérna í stúdíónu í dag Ekki sem ég hef vunnið Það var áðan smá lekið, ekki? Nei, hvað er að þér? Þú veist, hvað er það? Ok, ég ætla bara að taka þetta að þér Slúður er búið Nei, það er ekki búið Það er ekki laga ekki En hann var eins og að DJ Nei, sko málið er að það er Hlustendavelunin 2017 Flottasta tónlistarpartí ársins í beinni útsending á Stöð 2 frá Háskólabíó föstudagskvöldi 3. febrúar Komdu á vísir.is til að kjósa það besta í íslenskri tónlist á árinu 2016 FM 957, Exi 977, Bylgjan og tónlist Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín Gull, okkar bjór Léttöl Útsalan í Víla er hafin. Komdu og gerðu frábær kaup. Víla Kringlunni og Víla Smáralind. Hof fasteignasala. Lykill að farsælum viðskiptum. Queen Fit. Fyrir drottningar eins og þig. Vaxtarvörur.is Strákarnir okkar börðust eins og ljón í leiknum í gær. Í dag er 13 króna afsláttur með lyklum og kortum hjá OB og Ólís. OB og strákarnir okkar. Glímir þú við þráláta verki í baki, öxlum eða mjöðum? Komdu í fría legugreiningu og við sérsníðum heilsudínu sem léttir álag á viðkvæmum líkamsvæðum. Verslunin Rúmgott, Smiðjuvegi 2. Keiluhöllin Egilshöll kynir happy hour öll föstudags- og laugardagskvöld frá 9 til 11. 2 fyrir 1 af öllu á barnum. Já, ég sagði öllu af barnum. Rútuferðin í miðbæ frá 11 til 1, 1000 kall farið eða 2 frímiðar með öllum sexy fötutilboðum. Hvar ætlað þú að byrja kvöldið helgina? Keiluhöllin Egilshöll, þar sem venjulegt fólk kemur til að sigra. Komdu bragðleikunum á bragðið. Serrano, Fresh, Happy, Max. Gæði og glæsileiki, endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúðin, Stórhöfða 21. Enski boltinn snýr aftur helgina og það er sannkallað stórleikur framundan. Á sunnudag taka Pogba og Zlatan á móti Coutinho og Lallana á Old Trafford. Nei! Sjá! Manchester United Liverpool sunnudag klukkan 15:50. Tryggðir áskrifti síma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það er ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 blöð. Það er hárrétt, það er Keiluhöllin í Egilshöll sem færir ykkur FM 95 blöð og eins og komið inn á áðana þá eru þeir byrjað með nýjung. Það er hægt að kaupa flöskuborð af Captain Morgan á 15 skall lítir. Já. Og það er veisla. Það er ekkert annað. Byrjar á föstudaginn 13. En strákar, það er komið að karaoke-keppni. Já, og við erum með sko að þetta ég ætla bara að vara hlustendur við, þetta verður óþægilegt að við viljum að vera með væmið þema. Ég ætla bara að byrja allir að slökkva í 5 mínútur. Nei, er það ekki á? Við viljum hlustun. Við þurfum að fá hlustun, sko. Það er eitthvað að kjósa. Já, hérna, þið ringið svo í 511-0957 og hendið inn atkvæðum, fyrstur upp í 4 atkvæði vinnu keppnina og við erum með þema í karaokeinu í dag og það er hvað lag myndirðu syngja til að reyna að vinna konuna tilbaka. Sama voru með í flottulagkeppninni hérna fyrir nokkrum vikum síðan. Já, menn þú þurfa að syngja þetta sjálfur. Já, nú þurfa að syngja sjálfur og það er bara gamla okkur reglan, menn fá 90 sekundur eða 100 sekundur og hver á að byrja? Hvernig þá hafa það? Ég myndi segja blöð eftir að byrja. Er ekki bara hæfa að þú byrjir, þú ert við tölvuna, karaoke tölvuna? Já, ok. Ég fór vennulegina, ég er með ógeðslegt lag. Ég er með ennþá verra lag, ég lofa þér. Hvað er blöð að taka?
Ég fór bara að hugsa í textan og svona, ég ætti að reyna að vinna stelpunum tilbaka. Ég ákvað að taka Don't Wanna Miss a Thing með Aerosmith. Býttu hvað, þið með eitthvað töff eða? Nei, þetta bara viðbjör. Ég ætla að reyna þetta. Þið tilbúinir? Já, því miður. Og vonandi, hlustendur líka, 511-0957, ég var alveg til í atkvæði og byrjum við þetta. Þú varst að hugsa hvaða lag ætlar að taka. Ok, það er dörrið sér fyrir þér. Þú ert að, nú ætlum ég bara að vera alveg hreinskilinn eins og ég alltaf við hlustendur. Þannig er það að hitta naglan á höfuð. Ég hélt í alvörni, ég myndi do it justice og þetta bara ágætt hérna. Þetta var ógætt. Þetta verður nákvæmlega eins og okkur. Það eina hugurinn í þessu. Já, það eins gott því að mér líður illa maður. Ég ætla að koma yfir. Ok, sögum reitt stendur fyrst. Af því að hvar sérðu þið fyrir þér að vera að syngja lagið til að ná henni aftur? Segjum bara, þú og Sigrún er hætt saman. Já, ég valdi... Þú saknar hennar, vilt fá hann aftur. Hvar myndir þú syngja þetta? Þetta lag þetta er hræðilegt lag sem ég valdi maður. Ég sé svo eftir valinu. En sko málið það er mitt var svo gott. Nei, veistu hvað, ég sé þetta fyrir mig þannig að við ættum heima í ættu heima? Risastóru einbýlishúsi. Ok. Hvert allt er nú ríkar í Karafínu? Ímyndaðir og þetta er sko risastórt einbýlishús og það er svona og þegar þú fær út á Svalir á efri hæðinni þá sérðu við sjóinn. Já, ok, ertu þar? Ertu bara í fjörunni? Ég kem, sem sagt, ég er á árabóti blind, fluttur í fjörunni. Gott aftur. Nei, ég væri, býtu, ég sé fyrir mér, ég er í árabáti, kem siglandi af, árabát sem fyrir ekki. Kannski allsberg, ég veit það ekki. Kannski á bara svona spító. Ertu ekki reyna að vinna hann aftur? Og svo myndi ég sem sagt sko vera með panflautu. Ok, það kom með það svo lagi. Þannig að ímyndu ykkur núna, Steindar Junior, hann er að koma inn í fjöruna. Þau búa í risastóru húsi í Mosó. Ég veit ekki við sjó, er sjór í Mosó eða? Hérna. Já, það er svona, það er eitthvað vatn alltaf. Ertu tilbúinn? Viltu segja hlustendur hvað lag áttar þetta? Já, ég ætla semst að taka Celine Dion, My Heart Will Go On. Guð minn góður. Ekki trufla mig neitt, ok. Every time in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. Kristur á krossi. Herru, ég er með panflötu og árabót og ég er allsber. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Heyrðu þetta, það eru rottur í kjallaranum að hengja sig sko. Nei, Þrísa sem er búin að losna við rottufaraldurinn. Það er einn maður eftir, þú varst rosalega lengi Steindi. Já, þú veist, málega þið voru alltaf að biðja mig að taka eitthvað viðlag og... Ég var ekki að biðja það var bara flöð. Persónulega hefði ég viljað taka mic drop eftir 90 sek. Pakka þessu saman. Eina sem er leiðilegt í þessu, ég bjóst við meiru. Það er einn maður eftir, það er Rikki G. Ef þú voru að reyna konunum þínu tilbaka Rikki, hvernig sér þetta fyrir þér? Hvað verður að gera? Ég sagði fyrir mér að ég myndi frétta að hún væri að fara með vinkonu sinum á ball og spott með á móti sól. Og hvað, myndur þú mæta þangað sem fasteignasali? Latti, það er búið að ræða þess að fasteignasali. Ég bara myndi vita því. Á móti sól? Hún heldur upp á móti sól. Ég held að myndi potti taka þetta my house. Bara hérna, þá myndi ég mæta, þá myndi ekki vita mér og ég myndi mæta eða á þeim tíma sem hljómsveitir fyrir hlé. Hljómsveitir fyrir alltaf í hlé. Smá pásu. Það myndi koma baksins og myndi segja, Magni, ég fæ fyrsta lagið eftir pásu. Þannig þú ætlar upp á svið, fyrir framann alla á spott og reyna að vinna hana þannig tilbaka. Ef þú ætlar að biðja, ef þú ætlar að ná í konun aftur. Ég ætla bara að vona þið hætti ekki saman því að... Myndur þú mæta á ball á Selfossi? Ég veit þetta skrítið, nei, spott er í Kópavogi. Já, myndur þú mæta á ball á spott? Já, og fyrsta lag eftir hlé. Veistu hvað, þetta er sjoppuleg hugmynd. Akkur er þetta sjoppuleg hugmynd? Þetta er mjög romantist, Steinþór. Er þetta romantist? Romantist að vera innan eitthvað lið sem að taka réttur upp úr ælum á spott fugla á 3 nóttina þegar hljómsveitir Steindi, það er ekki alltaf þú sko. Fólk kann alveg að skemmta sér sko. Ég veist það, ég er ekki að trúa mínum eigin eyrum. Hann er alltaf búin að setja upp. Þannig ímyndu ykkur núna þið eru á balli á spott á móti sól, fóru í smá pásu og fyrsta lag eftir pásu er Rikki G. Hann var að mæta upp á svið og segir hérna, ég saknaði henn og tekur þetta. Ég ætla að hringja í konuna eftir það. Hvað heitir lagið? Þetta er Backstreet Boys, Shape of My Heart. Shape of My Heart? Ok. Þetta er bara eitt af versta sem ég hef heyrt ángríns. Menn að fara frá græjunni. Herru, það er 511-0957.
hvað fannst ykkur, ég var að segja skást af þessu? Það fyrstur upp í 4 atkvæði og veist það ekki, ef þú myndir gera þetta, ef ég væri á ballinu og ég myndi skjóta þig tjekkum á sig hérna FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað fannst þér skást í þessu? Og bara afsaka þetta líka. Já, ég ætlaði að velja donut. Velja donut? Já, það er ekki, hann komið prigg fyrir þennan flutning sinn. Takk fyrir að hringja. Já, en hann samt fekk atkvæði. FM. Herðu, það er alveg steindi, bara hvað hann lagði sér fram í eina flutning. Já, ég vandaði mig. Það eru allir konar að blana mig igjen. Takk fyrir að hringja. Takk æðislega. Við erum að tjekka hérna hvað var skást að þessu. FM. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað heitir þú? Hæ, við heitum Eva og Kondra og Rekka og Guðrún. Gaman að heyra í ykkur. Hvaða lag hefði fengið ykkur svona til þess að koma tilbaka? Steindi. Já, Titanic. Titanic er að koma sterkt inn. Þetta var svo leiðið samt sko. Já, djúvillir jánað með ykkur. Góða helgi, stelpur. Takk fyrir að hringja. Bye. Já, stemning gaman. FM. Góðan daginn. Góðan daginn, hvað segir þú gott? Allan daginn Rikki. Rikki, það er 2-2-0. Já, þetta er spennandi. Er fólk búin að gleyma Armageddon, það var góð mynd. Takk fyrir að hringja. Gleymdu bara allir þér. Ég var ekki síður en þið. FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað segir þú gott? Árabót og Spító og Mosó. Já, þú gefur Steinda atkvæði. Ég Steinda fara að vinna þetta. Fannst þið það best svona í alvörinu eða? Já. Þetta var bara vel sungið. Hvað er þetta að reyna að fá? Nei, ég treyst henni. Ég heyri það, þetta er bara góð kona. Takk fyrir að hringja. Ok. Við áttum 1 atkvæði viðbútt. Já, ég er ekki á blaði. Staðan er 3-2-0. Ég voni ég komast á blaði hérna. Einn á króknum. FM. Góðan daginn. Góðan daginn. Hvað fannst þér skást í þessu? Klárlega ötti. Anna, þekkið þið. Komin á blað. Mjög mikilvægt. Takk fyrir það, vinnur. Takk fyrir að hringja. Þá er það hérna næsta. FM. Halló. Halló. Hvað fannst þér skást í þessu? Það er Richard að sjálfsög. Herru, það er 3-1. Næsta atkvæði getur verið krúsjál. Djöfisins vesen er þetta. Já, myndirðu mæta á balla og spott með á móti sól og Rikki að syngja strax eftir hlé? Ég er fremstur á sviðinu. Já, nákvæmlega. Þvílíkur meistari. Hvað er númerið þitt? Ég er með hérna, 777 eitthvað. Það kalla hvern annan meistari allan dag. Takk fyrir að ringja vinnur. Herru, þá var það hérna, þetta getur verið úrslit atkvæði. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hvaða lag fannst þér skást í þessu? Það er Steindi og þetta. Ég trú ekki að Steindi hafi unnið. Jæja. Takk fyrir þetta, elsku vinnur. Ég kom með krabbamein í eyrun eftir vikar. Það var hræðilegt. Þið ekki verið að spila World of Warcraft bara saman eða? Þetta var innlifunin. Hún skilur innlifunin. Við verðum að gefa eitthvað að stakla og ringja vinnur. Ég krabba minn í eyrun eftir mig. Takk elsku vinnur. Næja, því miður vann Steindi þetta en ég held þetta hafi allt verið ógeðslegt. Já. Það hefur ekki verið að hreinskilja þetta var hæðilegt. En til að hamingja með sigurinn Steinþór. Takk fyrir það. Og hann var ekki verðskuldaður. Said I was a man, all I ever needed was a plan. Tell JK that I'm still rolling, yeah. Tell Russell I'm a rap, yeah. Bust that gang, ain't nobody messing with the gang. Might take a fly out for the weekend, yeah. And go can, cause I can go low. Pick me up in the Benz, I like cruising around the West End. No Netflix and 25-50% afsláttur hjá Æsver fákafinni 9. Æsver, þín útivist, þín ánægja. Við höfum nýtt okkur fjallagrös frá upphafi byggðar. Nú færðu Tópas með fjallagrösum. Tópas, ferskur andvari. Míniborgarar. Pantaðu á netinu. Það er risapottur upp á 150 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Tæklaði þetta á netinu eða næsta sölustad. 1x2 við tippum. Útsalan er hafin í Smáralind. Komdu og mátaðu afsláttinn sem fer allt upp í 50%. Opið til klukkan 9 í kvöld. Smáralind. Okkur í Keiluhöllinni Sportbar langar til að leyfa ykkur að heyra raunverulega upptöku af beinni útsendingu á Sportbarnum. Já, svona getur stemningin verið. Keiluhöllin Sportbar. Útsala 25-50% afsláttur hjá Æsver fákafinni 9. Æsver,
þín útivist, þín ánægja. Hefur þú lent í umferðarslýsi? Hvort sem þú ert í rétti eða órétti, gæti þú átt rétt á bótum. Fulltingi. Þinn réttur til bóta. Hæ, Hallbera, landsliðskona í fótbolta hér. Það eru 3 hlutir sem ég elska. Walk on, foreldra mína og fótbolta. Í þessari röð. Walk on, Borgatúni 29. Hollur og ferskur asísku matur. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Það held ég. FM 95 Blö hér á föstudegi 19:06 er klukkan föstudagurinn 13. janúar. Þorrablótum helgina við einhverjum og næstu helgi. Og við erum í gýr, strákandir. Það er Galsi Steindi til hamingju með karaoke. Takk fyrir það, takk fyrir það. Ég er mjög ánægður að vinna þessa karaoke-keppni og ég er mjög ánægður að heyra þessu þorrablótum allt. Trúið þið á þetta föstudaginn 13. kjartaði? Nei, ég gerir það ekki að ég fættur föstudaginn 13. Hvað mennum við bara? Það útskriði margt. Jason komi og höggva á hvað þessu? Nei, bara svona að sé eitthvað, veist. Nei, ég veit ekki eins og hvað ég er að ruggla. Öllum drullu saman. Já, en það er alltaf gott að vera svolítið hrættu við þetta. Föstudaginn 13. Já, maður fer út í nóttina og það er fullt tungl og maður er svona, föstudaginn 13. mars 1985 kom þvílíkur maður í heiminn. Föstudaginn 13. mars 1985. Hvað er það að lýsa sjálfu þér? Að sjálfsögðu. Það er það þú fættist það? Það er rosa skrítið að þú segir að þá kom þvílíkur maður í heiminn. Já, eðlilega. Talum þú sjálfa það? Eru ekki flutningi með náðan það? Varst ég miður mistur helviti oft í gólfið en annars bara ferskur. Varst þú að halda á mér? Þú náttúrulega liftir ekki 60 kíló. Þegar þú fættist þá varstu náttúrulega með allt bara upp á fullu 5, eða ekki? Já, ég myndi halda það. Hvenær flög bátur á þig? Hæ? Er þetta tilbúin? Það er sturglega rossarskítur. Já, ég fatt að þetta ekki. Eru þið ready? Já. Þetta er oftast fyrir í þættinum, en það er bara búið svo mikið að gera okkur drengjunum að þetta er búið að sitja á hakanum og það er komið að sturglustaðrind eða rossarskítur. Þetta er keppni. Big fan. Já, eru þið tilbúin drengir? Já, við erum klárir. Þetta er keppni. Já, og ég vona hlustendur sér líka svona að giska hvort þið sé satt eða ekki. Hvernig er þetta ekki eftir þannig að annar okkar fær svarmöguleikan fyrst? Já, Rikki svarar undan núna. Já. Okay. Tilbúinir? 95% fólks kaupir það sem það snertir þegar það er að versla. Sturlustaðrind eða hrossaskítur? Segð einu svona enn. 95% fólks kaupir það sem það snertir þegar það er að versla. Segjum bara þú út í búð og snertir eitthvað svona kókaböpspakka eða eitthvað, þá kaupir hann. Ég var líka að hugsa kókaböps. Jálfurni? Sko, ég get alveg trúa þessu. Já. Reykir undan? Já, ég veit. Já, þetta er athyglisvert, sko. Hugsaðu bara um ykkur sjálfa. Vestlið þið í 95% tilvika þar sem þið snerti? Nei, ég er handóður. Ég tek allt upp sem ég sé maður og hræri því og skilja því. Ég gera það líka. Hvað segir ekki? Ég ætla að segja, 95%, ég meina, þetta er bara í öllu það ekki, maður er í fatabúðum að skoða og maður er að máta upp gallabuxur og eitthvað svona, maður kaupir þetta ekki alltaf og kaupaði nýjan bíl og sestin í hann og kaupir hann líklega. Ég ætla að segja þetta sé horsemanure. Steindi? Ég ætla að segja að þetta sé satt. Þetta er sturlustaðrind, það reiknum fyrir Steinda. Já! Svo við hátala. Það áverða næsta. Fílar eru hrættir við randaflugur. Sturlustaðrind eða hrossaskítur? Þeir eru hrættir við mís. En hrættir við randaflugur. Þú heldur að segja ekki bara í teknimítunum? Við mísnar? Já. Það er ekki fækt það. Ég veit það ekki. Það hefði haldið það. Fílar eru hrættir við randaflugur. Ég held að séu hrættir við flest allt, sko. Þeir eru alveg á nálum, þeir eru það. Það er nættu fíll í þér. Þú ert mjög stressaður. Já. Þú getur alveg treyst hlustendur fyrir því að þú ert stressaður maður, Steindi. Já, ég er kvíðinn. Já. Ég ætla að kalla þetta svo. Ég á svarett. Já. Ég ætla að setja sér bull. Þú segir þetta sé hrossaskítur? Ég setja sér hrossaskítur. Riki? Randaflugur, eru randaflugur í þessum löndum eða? Það var bara að tala um bís. Já, bís, bíflugur. Fílar gleymingu. Fílinn gleymir aldrei, sko. Já, þú ert rosa gáðar, þú veist að þeir gleymingu. Svaraði bara. Já, ok, rólegur, Jésús. Herri, ég ætla að segja að þetta sé horsemanure eins og Steindi. Þetta er sturlustaðrind. Já. Þeir eru hrættir. Já, þeir hafa verið stungnir og ég ætla að breyta. Nánast allar rækjur eru samkynniðar. Sturlustaðrind
eða hrossaskítur? Já, svar rétt, Já. Það var eitt stórt Samkynhneigðar, ég ætla að segja þetta sé horseman year. Allar rækjur séu samkynhneigðar. Það er nú nett rækja í þér, en þú ert straight. Já, ég er kannski rækjað neðan, en ég er ekki rækjað sjálfur. Fjón, hvað segir þú? Hann segir þetta sé hrossaskítur. Allar rækjur Nei, nánast allar, sagði ég. En ég meina Hvernig fjölgaði sér? Það er nóg til að rækjum í sjónum, sko. Já, það er þetta góða punktur. Býtu heldur í alvörinu bara rækju og sé að stunda mög og svo bara eignast það er litla rækju og bara fara á barnadeildina að sækja hana? Já, ég er ekki að tala um það, ég meina hvernig fjölgaði sér? Það er ekki stressu rækja í leigubíl að fara upp á fæðingadeild, sko. Við erum bara að tala um hvernig fjölgaði sér. Rikki hélt það. Ég hélt það ekkert. Rikki hélt það væri bara svona rækju. Rikki hélstu að væri bara rækju. Nei, ég hélt það ekki. Ég sagði bara að það var ekkert séns, hvernig fjölgaði sér? Þú ert vantilega að hafa hitt kynnið. En hefur þú séð tvær rækjur með svona pinkulitla rækju nýbúin eignast barn? Hefur þú séð það eða? Nei, ég hef ekki séð það. Rækjur í leigubíl að drífa sér på fæðingar. Herði, hvað er þetta komið í það? Hvað rugl er þetta? Ég myndi segja að ég ætla að segja, þetta er kjaftaði, sko. Þetta er sturlu starrend. Er þetta satt? Já. Er flest allar rækjur í heiminum samkynniðar? Já, nánast. Og hvernig fjölgaði þessir? Ég bara hef ekki hugmyndu að það. Ég er ekki grunst. Þá er það næsta. Það er engin tunga í heiminum með sama mynstur eins og fingrafur. Sturlustarrend eða hrossaskítur. Hvað segir hlustendur? Hvað held að þeir? Þetta er þetta damn good question, Dutch. Ég held að sé ekkit marga tungur eins. En er einhver eins? Má ég sjá þína? Hvað er það að sjá minstri? Hvað er það að rugglaður? Tunga er ógeð. Ok, fyrsta lagi heldur að rækjur séu eignast börn og fara bara í Ég var ekkert að segja að vera eignast börn. Ég spurði hvernig þú getur fjölgað sér. Þú varst ekki að tala um að myndu henda sér bara upp í leigubíl og fara að fæðingadeildina. Ólétt rækja og maðurinn hennar stressuð. Í sjónum, sko. Það er þetta eiginlega. Þú veist það er ekki leigubílar í sjónum, sko. Þið geta ekkert keyrt þar. Klum, hvað er þið í Tjarnabíói? Halló Latti. Hvað segir þið Steindi? Ég ætla að segja þetta er sturlustarrend. Ég ætla að segja þetta sé horseman year. Þetta er sturlustarrend. Já! Rikki er að skítappa þessu hér. Þú varst bara með sturlaðar? Nei, það er síðast Nei. Á, kæftar aðeins, næsta er horseshit. Og ég fæ að velja það. Ég tapa 2-1. Já, Rikki tappa þessu. Steindi, þú þarft að rjúka. Já, þannig að þú þarft að kveðja núna. Ég þarf að rjúka hana. Ég þakka kærlega fyrir mig í dag og ég segi bara gangi ykkur vel með þessar síðustu 10 mínútur af þetta. Já, ég meina, það er eitt lag og svo kveðjum við. En bruna, áttur þetta að rjúka þetta? Það fara að fylla í það? Nei, ég er eitthvað vill. Finnst mér ennþá alveg hrikalega flott. Alan Walker hér með Faded og, já, Steindi farinn og í rauninu við líkar ekki. Við erum svo sem bara geta kvarta á hann með honum. Þannig að segja, sko. Nánast komið að lokum, hvernig helgin er eitthvað? Herðu, það er nokkuð mikið að gera. Það er Swansea Arsenal á morgun, Gylfi á móti Sanchez. Já, svo náttúrulega United Liverpool. Já, svo er ég að hita upp fyrir Manchester United Liverpool og erum með 2 meistarar þar, 1 púlara, 1 United mann, Indriði Sigursson og Bjarni Guðjónsson, Káringar, með mig fyrir þá upphittun og já, við ekki að segja þetta sé svona boltahelgi, en blöð. Já, bara svipa. Það er kallakvöldið ekki, hvað er kvöld? Nei, við erum að fara hérna, við erum að fara á herrakvöld, drengirnir. Já, basically kallakvöld. Já, við erum náttúrulega látnir kallar. Það verður stemning, við og Sveppi og Gói og Villi og fleiri. Þannig að það verður gaman og svo er það í rauninni bara að horfa á boltan, sko. Hvernig er eins og þú varst að, ég nefnilega, sko, ég er þannig að janúar er mjög þreyttur. Ég vill hafa sjónvarpi bara svona í friði á sunnudum eða hvernig sem er. Já, sunnudum er mjög gott, þá getur hort á Satt eða Logi klukkan 8. Já, ég er að segja, en ég er að tala um það. Ég vildi ekki koma á forsendingunni í gær á hérna Steypustöðinni af því að ég vil eiga þessa þætti. Já, þú tímdir þig ekki, sagði. Ég tímdi þig bara ekki, af því ég vil eiga þessa daga sérstaklega á þessum mánuðum. En hérna, ég heyrði mjög gott að þessu. Já, þetta byrjar á föstudaginn eftir viku. Já, erum við að tala um, er Blöð grófur í þessu eða? Nei, alls ekki. Það koma nokkri sketsar þarna sem er kannski einn af mínu 3 uppáhaldskarakterum í heiminum er yfirgreiðurinn. Er hann í þessu eða? Hvati? Já, hann mætir í 3. þætti samt. Það var Aron Pálma og brjálæður í gær að Hvati var ekki mættur í fyrstu 2 þáttunum, en hann kemur í 3. þætti. Já, það er mínu uppáhaldskarakter. Lofa því, eigi góða helgi, kæri hlustendur, takk fyrir hlustunni í dag. Við verðum mættir hér næsta föstudag og þá verður Egill hljóðlega með okkur, Rikki og Stórsteins og Hetja, eins og alltaf. Sannur hefur að hafa þig og já, eins og ég segi, eigi góða helgi og áfram United. Við marinerum rifin í heilan sólarhring og matriðum í 4 klukkustundir. Dirty Burger and Ribs.
Regluleg umhirða og viðhald hækkar endursöluverð bílsins þíns. Við þjónustum Volkswagen og Skoda, Bílsson-verstaðið Kletthálsi. Útsalan hafin í Körfi, 30-50% afsláttur. Gerðu dúndur góð kaup. Körfi, Fákafenni 9 og körfi.is. Strákarnir okkar börðust eins og ljón í leiknum í gær. Í dag 13 króna afsláttur með lyklum og kortum hjá OB og Ólís. OB og strákarnir okkar. Gæludýr.is. Ef gæludýrið þitt mætti ráða. Gæludýr.is, Korputorgi og Smáratorgi. Öll gæludýr hafa sérþarfir. Við hugum að þeim. Royal Canin. Snakk sem fita mann ekki. Yes! Protein Bites. Hagkaup. Ingólfstorgi. Opið fyrir skráningu í fjarnám. Fjölbrautaskólinn við Ármúla. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957.